Eitt af því sem alveg bannað þegar maður á paleómataræðinu, maður má ekki drekka mjólk. Og vinir mínir sem á þessu, þú veist, þeir allir svona mataræðisfasistar. Þú veist, þeir hafa tekið ákvörðun að sleppa því að drekka mjólk, þá verða allir aðrir líka að sleppa því. Og þeir með eitthvað svona filosófíu, þeir bara auðvitað drekki ekki mjólk. Hvað, þú ennþá að drekka mjólk eða? Ertu ennþá að tóta brjóstina mömmu þinni líka eða? Ég bara, hvað það tala þeir bara, ég meina mjólk getur bara fyrir kálfinn, skilurðu? Kálfurinn tóta brjóstina mömmu sinni, svo verður kálfurinn á fullandi belju. Ég meina, hefur þú ekkert að segja fullandi belju að drekka mjólk? Mér fannst þetta svo góð rök, ég fór heim til mín og drakk ekki mjólk í 3 vikur, sko. Svo fór ég reyndar að hugsa, síðan hvernig á maður að stjórna lífið sínu eftir því hvað fullorðin belja gerir eða gerir ekki. Af því það breytir öllu, sko. Þá var þetta orðið bara, herri, ég er að spá að skrá mig í íslensku í háskóla. Nei, fullorðin belja hefur aldrei gett að kalla minn, þú verður að sleppa því. Þú veist, fullorðna beljur, skilurðu, þú veist, þær drekka bara það sem fyrir þær er lagt, þú veist. Þær myndu drekka mjólkuglas eftir mjólkuglas eftir mjólkuglas, skilurðu. Þær horfur ofta á spenan og öðrum beljum eru bara, djöð, var ég til í að tóta mér það með það maður. Það er ekki svo fullorðna beljur sem ég bara, nei, ég er góð, ég er bara í vatninu, ég er komin á paleómataræði, ég er bara að láta það döga.